en eins og ég nefndi í upphafi þáttar að fá að ræðast aðeins hugmyndir sem uppi eru innan Ungmennafélags Íslands að stofna á Laugarvatni lýðháskóla og við höfum náð símasambandi við Hauk Valtísson. Hann kann að segja okkur trúi aðeins frá þessum hugmyndum. Sæll vertu Haukur. Já, sæll og sæll verið þið. Já, þarna eru komna fram hugmyndir frá Ungmennafélagi Íslands að nýta húsnæði sem til staðar á Laugarvatni, ekki satt? Jú, það hefur að vísu verið dálítið lengi áhuga á því innan UMFÍ að koma á fót lýðháskóla og við fengum svona grun þetta að gæti orðið breytingar hérna fyrir eða tæpa ári síðan þegar stóð til að það heyrðist að það staði til að flytja íþróttakennaraskólan eða íþróttafræðaskóla háskólans til Reykjavíkur og þá fórum menn að velta fyrir hvort þetta væri einhver möguleiki. Já. Og hafið þið kannað þetta og fengið einhverju viðbrögð? Jú, við fórum svona fljótlega að dreifa aðeins fyrir okkur en kannski mest á þessu ári og við erum búin að vera í ofurlitlu sambandi við menntamála yfirvöld og einnig við sveitarstjórn Bláskógabyggðar setið þarna íbúafund í Bláskógabyggð í sumar eða snemma í sumar eða vor en á þessu stigi þetta bara fyrst og fremst könnunar viðræðu og athugun á því hvort að þetta sé einhver möguleiki, hvort það sé grundvöllur. Já. Við höfum svo sem séð að það alveg þörf fyrir svona skóla og þarna eru kannski ekki síst ungmenni sem væri á aldrinum svona 18 og upp í kannski 25 ára og ég getur ekki úttalað mig alveg það aldurspil en það svona held ég það sem algengast erlendis. Þessi skólar eru starfræktir eins og á Norðurlöndunum. Einmitt á Norðurlöndunum gömul hefð, rótgróin hefð fyrir svona skólum, lýðháskólum. Þetta hefur aldrei einhverju hluta vegna gengið upp hér? Nei, þetta hefur nú eitthvað verið reynd. Já. Bæði í Reykholti og eitthvað í Skálholti og þá undir mismunandi formerkjum en ég kann nú ekki að skýra af hverju það gekk ekki. Nei. En það líka þetta benda á bara að það margt ungt fólk, margir sem að ljúka námi, hvort sem það stúdentspróf eða annað náma sem að vilja hvíla sig eða bíða með það að fara í háskólanám og vilja prófa eða reyna fyrir sér í slíkum skóla í eina önn eða tvær og þetta kannski ekkert ósvipað því að sumir fara í Evrópureisu eða einhverja heimsreisu og fara þarna í staðinn. Einmitt og nú var einmitt það ekki á Alþingi samþykkt tillaga eða þingsályktun að þetta yrði gert eitthvað í þessum málum. Menntamálaráðherra var falið ef ég maður rétt að leggja fram frumvarp. Jú, þetta alveg rétt og það var í framhaldi að viðræðum okkur við menntamála yfirvöld að það var lögð fram þingsályktuna tillaga í vor sem var samþykkt á Alþinginu að hefja vinnu við frumvarp og búa til lagaramma fyrir þessa starfsemi því að við getum auðvitað ekkert gert neitt nema að það sé til einhverju lagarammi og svo í fullu samráði samvinnu við menntamála yfirvöld því að ekki förum við nú að vinna öðruvísin með þeim að einhverju svona. Þannig að það má segja að það sé nú einhver hreyfing komin á þessi mál og Ungmennafélag Íslands þá í góðu samstarfi við menntamála yfirvöld og með þennan stað í huga, Laugarvatn Já, Laugarvatn með mjög langa sögu að skóla hefur verið þarna í fjölda mörg áratugi og mennta saga til langs tíma og það hefur líka verið bent á það varandi þá sem að myndi mögulega sækja svona slíka skóla það að á Íslandi eiginlega tekið við öllum nemum í háskóla en til dæmis á Norðurlöndunum held ég að sé mun meiri takmarkanir á því að taka fólk inn í háskólan að
í staðin fyrir það að hrúa öllum inn í háskólan sem að kannski hafa mest mikið þangað að gera, einhverjir byrjaðar og hætta, að þeir getu þá jafnvel segja sér að haga í því að sitja þarna í 1 ár og svona átta sig á hlut. Já, undirbúi sig kannski betur undir. Já, hvað er vilja. Akkurat, já. Það verður gaman að fá að fylgjast með þessu og áhugavert að Ungmennafélag Íslands skuli taka þetta skref. Við höfum líka náttúrulega verið í oflutu sambandi við Bláskógabíð og þetta, ég held að þetta sé, ef að þetta er mögulegt, þá væri þetta mjög gott fyrir Bláskógabíð. Þetta er lyftistöng fyrir byggðarlagið. Stapil starfsemi. Ekki spurning. En það þarf að byggja þetta á góðum grunni og ekki að flana það neinu. Við höfum náttúrulega mest verið að horfa til þess að þarna væru nemar sem að væru með á einhver íþróttasviði og lýðheilsusviði sem alveg orðin lífsnauðsyn fyrir Íslendinga að hafa áhrif á. Og ferðamálasvið og eins félagsmála eða einhverju leiðtoga fyrir félagsmálastarfsemi í hvaða félögum sem taka þátt í. Akkurat. Er það gaman að heyra þessu, Haukur Valtýsson, bestu þakkir fyrir þetta stutta spjall og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Takk að þér, blessaður.